og sama hvort þú fæddist hérna ekki, þá áttu ekki að vera hræddur það að vera hreitt í þig eða komið illa fram við þig og það þú lítir eitthvað aðriðsu út en ég eða tala með eitthvað hreim. Þú getur gagnrýnt kerfi, þú getur gagnrýnt stjórnvöld fyrir að missa stjórn, taka ekki á glæpum á landamærum, taka ekki á því að við séum að keyra einhverja láglauna atvinnugreinar, en láttu fólkið í friði. Eins og sumir stjórnmálamenn, ónefndir stjórnmálamenn sem segja bara kerfið þvælt svo mikið fyrir mér, ég kom aldrei neinn í verk. Herru, það er okkar að stýra því, það er alveg hægt að gera eitthvað. En þú vilt tala með ESB, ég heyri það út, ólmur í það. Ég bara velti fyrir mig hvort að þú vilji gera það. Fáðu þetta á prent og berðu þetta undir þjóðina eða ekki. Það hefur ekkert upp á sig að vera eitthvað svona whataboutism þetta. Þetta snýst að fá svar við þessu eða ekki. Stefán hennar, af hverju mætið ekki viðtöl til hans? Þetta skot gengur maður. Lífið maður. Kristrún, þú kærlega velkomin. Takk fyrir. Hvað segirðu? Ég sé bara fínt, sko. Er það ekki? Jú. Lífið að fara vel með þig? Já, það fyrir bara ágætlega Þú erum forsætisráðherra. Þetta er fyrst skipti sem við tölum saman meðan þú ert forsætisráðherra. Hérna í mynd. Já. Hvernig það? Ég verður það ekki bara eins og áður, nema kannski tekið aðeins meira mark á því sem maður segir. Já. Eða lesið í öll smáatriði, en það er líka bara allt í lagi. Hvernig finnst þér þetta ganga? Mér finnst þetta ganga vel. Þetta er alveg rosalega mikið verkefni samt og það eru alveg ótrúlega væntingar. Maður finnur það eru mikla væntingar og ég tek því bara mjög alvarlega. Þannig að það er nóg að gera, sko. Já, sko. Nú erum við með kjarasamninga sem verður líklega sagt upp í haust. Ég var með Sólveig Önnu og Villa Birgis í fyrradag eða gær. Og þau eru bara að brýna sverðin. Sko, ég er búinn að vera að segja lengi að þegar þessi ríkisstjórn þarf að takast á við kjarasamninga, þá verður þetta orðið mjög erfitt. Við erum með hækkandi verðbólgu, við erum með aukið atvinnuleysi, við erum með kjarasamninga sem losna í haust. Hvernig líst þér á þetta? Planið, Kristrún, og það er margir búin að vera að stríða fyrir sleggjuna, sko. Já. En ég hugsa, sleggjan er alveg þetta, voða fyndi hún gerði auglýsingu, En með planið, þetta var ekki alveg planið. Ég veit ekki alveg hvað planið var kannski í hugum fólks, sko. Planið var að snúa við ósjálfbærum rekstri ríkissjóðs og að fara í verkefni sem skiluðu að sér aukinni velferð til lengri tíma. Og auðvitað hefði maður viljað að sumt gerðist á hálfu ári frekar en á 1,5 ári, en við erum rúmt ár inn í þessa vegferð. Og planið var að skila hallalausum fjárlögum sem allra fyrst. Við erum núna að vinna fjármálaáætlun þar sem að það er markmiðið. Sumt tekur meiri tíma en annað. Við erum nú þegar búin að leggja fram einn húsnæðispakka. Það var nú bara nýlega verið að tilkynna það að fyrstu íbúðirnar sem hafa nokkuð tíma verið byggðar inn í hlutdeildarlánakerfið sem búið að tala í mörg ár eru farnar í byggingu. Við erum farin að sjá raunverð fasteigna lækka. Við erum farin að sjá leiguverð lækka. Já, við fengum 2 vondar verðbólgumælingar sem ég er búin að segja mjög víða að ég er fúl yfir, skilur, þýðir það að það sé allt að fara í ranga átt. Nei, það þýðir ekki allt sé að fara í ranga átt. Við erum búin að vera að fara smám saman niður í lægra vaxtastig og verðbólgustig. Þrýstingurinn á okkur verður núna að halda sjó og panika ekki. Ég vissi alltaf að það kæmu svona einhver höggin á milli. En það sem að fólk þarf að heyra núna frá mér og okkur er að við getum staðið við planið. Og ég veit að það er einhverjum sem finnst þetta rosa fyndi og eitthvað svona ha-ha dæmi, skilji. Það er samt bara búin að vera ein tegund af hagstjórnin í 10 ár. Við erum búin að vera inn í ár. Við ætlum að halda okkur við þetta. Við erum að gera fullt af mjög erfiðum hlutum. En það verður ekki sagt við okkur eftir framlagningu fjármálaáætlunar að við séum ekki að halda og standa við okkar hvað þetta varðar. Við ætlum að koma ríkissjóði fram yfir 0 og það er bara meira en að segja, skal ég segja, Tóti. Það er miklu meira en að segja það og ég átta mig alveg á því. Þú veist, það er öðruvísi að vera í minnihluta þegar maður er komin inn í forsætisráðuneyti, en ég sé það bara hverjum einasta degi af hverju þetta hefur ekki verið hægt. Maður að taka ákvarðanir á hverjum einasta degi sem að þóttu óvinsælar og voru ekki gerðar sín tíma. Tökum sem dæmi, já, þessar gjaldahækkanir sem fólk var ósátt við. Ég skil það alveg. Auðvitað hefði ég
frekar vilja að þetta mældist ekki verðbólgu. Veistu hvað mælist ekki verðbólgu? Skattahækkanir. Við höfum getað náð sömu peningum inn í ríkissjóð með sömu áhrifum, en það hefur bara ekki mælst í verðbólgu. Sama fólki eru ósátt við að þetta mælist í verðbólgu ef fólki sem segir tökum bara fasteignaleiðin út úr verðbólgun og þá lækkar verðbólgan, skilji. Þetta er mælikvarði, þetta er ekki undirliggjandi staða. Við tókum þessa ákvörðun að loka til að mynda 7 milljarða gjaldi eða gati út af gjaldtöku í bifreiðum sem síðasta ríkisstjórn treysti sér ekki til að gera, en það sem hún treysti sér til að gera var að lofa útgjöldunum því tengdu fram í tíman. Þannig að já, maður að gera nokkra óvinsæla hluti, algjörlega. Við erum hins vegar að fara rétt átt. Varðandi atvinnuleysi vil ég segja, af því að þetta eru mjög áhugaverðar tölur sem að birtast núna. Og ég ætla ekki að vera svona stjórnmálamaður sem að ætla einmitt alltaf eitthvað að kenna öðrum með láta eins og allt sé frábært þegar það er ekki frábært. Það er ekki hátt atvinnuleysi á Íslandi, Tóti. Það er ekki hátt, hvorki í sögulegu samhengi, né í alþjóðlegu samhengi. Þetta er ekki langt þetta svo kallar jafnvægis atvinnuleysi á Íslandi. Það er líka gríðarlega mikill munur á milli hópa þarna, það sem við erum að kanna núna. Það er eitthvað mjög áhugavert við það og sérstakt og umhugsunarefni að sé 2% atvinnuleysi með íslenskra ríkisborgara, 10% með erlendra. Þetta er eitthvað sem þetta er eitthvað dýnavík á markanum sem að fara augljóslega í ranga átt. Þannig að mér finnst eins og það sé ekki alveg verið að lýsa stöðunni nákvæmlega eins og hún er. Það þýðir ekki að við séum komin á uppáhald staðinn minn í hagsveiflunni. Við erum að fara inn í 2% hagvöxt. 2% hagvöxtur er jafnvægis hagvöxtur. Síðasta ár, eftir að endurskoða hagtölur, er fyrsta árið í mörg ár þar sem við erum að sjá jákvæðan hagvöxt á mann. Við erum að sjá okkur fara fram úr löndunum í kringum okkur, hvað var hagvöxt á mann. Þannig að ég get alveg tekið gagnrýni, en ég ætla að halda mig við planið, Hlaðvarp í samstarfi við Happy Hydrate. Steinefni eru orðin mikilvægur þáttur í mínu lífi og ég er ekki einu svona að grínast, ég er að nota þessar vörur í alvörinu. Það er ástæða fyrir því að þessir kassar hérna eru tómir. Nýjungarnar og framþróunin hjá Happy Hydrate er hreint út sagt frábær. Kreatín er samhliða steinefnunum, eitthvað sem að þeir bjóða upp á og ég nota að staðaldri. Eftir að ég byrjaði að nota þessar frábæru vörur að þá líður mér einfaldlega betur. Ég kem meiri verk og dagurinn verður betri. Dagskammtur af nauðsynlegu vítamínum, engin gervisykur og þú færð þetta í rauninni hvar sem að þú verslar. Þú verður ekki fyrir vonbrigðum ef þú prófar þetta og ég mæli með að þú gerir það strax í dag. Já, ok. En þá velti ég fyrir mig núna til dæmis er þetta mál sem að hefur að gera með að tengja almannatryggingar við vísitölu og Axel Hall og Gylfi Zoëga sem eru nú ekki þekktir held ég fyrir að vera hægri menn allavega ekki Gylfi hafa varað við þessu og ASÍ hefur varað við þessu og SA hefur varað við þessu. Konráð Guðjónsson var núna í morgun að fara yfir tölur varðar þessi mál. Ég er ekki að fara í einhverjar hártoganir það hvort að þessar tölur séu nákvæmlega réttar eða hvort að þessar spár séu réttar. En getur þú núna sagt mér samt að þetta sé ákvörðun sem að við munum ekki koma til með að sjá eftir ef við förum í þessar aðgerðir? Ég væri ekki að samþykkja þetta ef þetta væri ekki slík ákvörðun. Ég hef ekki legið yfir öllum gagnrýnisröddum hvað þetta varðar. Þannig að ef einhver hefur sagt eitthvað staðar eitthvað og ég er ekki að svara 100% því, þá verður það bara að vera þannig. En það sem ég verð að segja hvað þetta varðar er að það er þannig og hefur verið í langan tíma þannig í almannatryggingalögum. Það var fyrst 69. grein almannatryggingalaga, svo breytist það í 62. grein almannatryggingalaga. Það sem kom fram að þessi flokkur, bótaflokkur eða greiðsluflokkur eða hvað þú vilt kalla það, ætti að hækka með verðlagi eða launum hvort heldur sem hærra er. Þetta er nú þegar inn í lögum. Þessu hefur ekki verið fylgt. Af hverju hefur þessu ekki verið fylgt alltaf? Vegna þessi lókdags er það löggjafinn. Það er Alþingi sem er með fjárveitingavaldi og tekur ákvörðun á hverju einasta ári hvort það sé að fylgja lögum, sé að túlka lögin með réttum hætti eða ekki. Hér er verið að hnykkja á þessu, Tóti. Það er verið að hnykkja á þessu. Þannig að ef við kæmumst á þann stað að við sæjum fram á það að allt í einu væri bara örorkubætur bara að rjúka fram úr lægstu launum, væri löggjafinn þá bara að fara að
veita fjárveitingin í það. Ég hef heyrt svona aðeins í kringum mig, ég er ekki alveg nákvæmlega með þessi sambarlegu dæmi á hreinu, en er ekki einhverju sem bara að tala íbúðalánasjóð í þessu samhengi eitthvað svo leiðis? Þeir tala það sem hagstjórnar mistök, Já. ég held þessi ekki endilega verið að tala það í samhengi við það þessi eins. Sko. Nei, gott, en það voru hagstjórnar mistök. Íbúðalánasjóður stýrist ekki fjárveitingum Alþingis. Og ríkisábyrgðir á bak við það, en það stýrist ekki fjárveitingum Alþingis og það skiptir alveg rosalega miklu máli af því að það er þá gott að þeir sögðu það ekki en kannski aðrir að túlka þannig að þetta er ekki það sama. Í lokdags hefur þingið loka orðið. Það sem er verið að tryggja er að það aukist ekki gliðnun ár frá ári. Það er ekki eins og verið að loka því endanlega. Já, örorku greiðslur hækkuðu sérstaklega eftir að vera gera breytingar núna síðast á örorkukerfinu. En ef að það verða ekki gerðar breytingar þarna á, varðandi hvort þetta fylgir launum eða ekki, þá munur smám saman þessir hópar fara aftur úr. Og hvað gerist þá, eins og gerist alltaf í íslenskri hagsögu, það kemur ykkur inn á 10 ára fresti og gírar þetta upp. Þá kemur sveiflinn í hagkerfi. Það er verið að tryggja að þessi hópur fylgi línu. Það hefur verið talað um tvöfaldan lás, það er ekki tvöfaldar lás í þessu því ég lýst í greinagerðinni. Það er líka talað um að það er taka mið af launavísitölu. Þannig að það er ekki þannig að það sé einhver sjálfkrafa formúla inn í þessu sem er þetta háð samþykktum til viðbótar? Auðvitað er þetta alltaf háð fjárveitingavaldi ríkisins og þingsins, það er auðvitað bara þannig. Það er bara verið að tryggja það að það sé sameiginlegur skilningur á því að þessi hópur verði ekki aftur úr þegar kemur að launahækkunum í landinu þannig að þau sitja ekki við kjaraborðið. Mér finnst það góð pólitík, það er mín pólitík, þetta er velferðarsinnu pólitík, í grunninn er þetta fólk sem er á lægstu tekjunum í landinu, það þarf auðvitað að passa að það sé áfram hvati til að fara á vinnumarka, við tökum öll undir það, en þetta þarf auðvitað að vera ábyrgð stjórnvalda hverju sinni, það er verið að hnykkja á einhverju sem hefur verið í lögunum í langan tíma, ég hef ekki svona mikla áhyggjur af þessu. Og svo vil ég líka bæta við, þetta er fjármagnað. Þetta er fjármagnað. Kristrún, það er eitt af þeim áætlun. Þeir eru með áætlunum það að fá fjármagn. Það er ekki búið að standast í ýmsum málum sem að þið hafið ætlað að tala um það að það sé full fjármagnað í áætlunum, en aftur á móti hefur svo peningur ekki verið að skila sér. Nú lætur eins og ég hef stýrt í fyrsta lagi í 10 ár. Ég þarf bara að byrja. En ég ætla að segja, aðalmælikvarðinn á það, þá auðvitað mun komið í ríkisreikningi og ég skil alveg hvort það segir. Fjármálaáætlun var lögð fram síðasta vor, fjárlögin í haust, eins og þau voru samþykkt, voru í takt við fjármálaáætlun. Þannig að fyrsta prófinu þar er náð. Við getum alveg rætt um þetta veiðigjaldadæmi. Það lækkuðu gjöld þar fyrst og fremst vegna þess að kvótinn eða stofnin sem fer inn í gjaldið, hann lækkaði. Það er ekki út af handvirkum ákvörðun hjá okkur. Við getum ekki stýrt í hvernig veiðar ganga. En já, það voru einhver afföll. Af hverju voru það? Það er verið eins og fólk fannst svo hræðilega ósanngjarnt hvernig kerfi var og við ákváðum að innleiða það í þrepum. Það er ekki bæði þetta gagnrýna mann fyrir að fara af offorsi inn í eitthvað og vera ekki með tröppun inn í það. Svo þegar tröppunin kemur, þá bara hlegið að því að það er ekki að ná miklu inn og áður. Það var tekið mið af athugasemdum, síðan hefur bara það sem er að koma út af bara veiðum almennt verið minna. Í fyrsta þætti sem við tókum upp, þá hringdi ég í vini mína og ég sagði við á, þarna er komin manneskja sem mun koma til með að hafa meiri áhrif á íslenskt stjórnmálalíf heldur en þegar við séð núna í einhverja áratugi. Og ég hafði rétt fyrir mér. Já. Og Veitu hvenær var þetta? Þetta var fyrir rúmum 5 árum, tæpum 5 árum. Já, ég var að fara í framboða. Þú varst ekki komin á þing. Já, ég sagði aftur á móti við það og ég sagði hann er komin manneskja sem mun breyta íslensku stjórnmálum. Og þú lýstir því að þú hafi verið að spila á harmonikuna og hafði ekki tekið hann upp í mörg ár. Og útur hafið dottið bréf sem að hafði GRE-prófið, undirbúning að geyma. Og ástæðan fyrir ég nefni þetta er að þú nefndir hvata í þessu samhengi og að þú ert self-made manneskja sem að veist að þú átt skilið sem að þú hefur náð út af því að þú ert duglegur en aðrir. Ef að ég var jafn duglegur og þú, þá var ég forsætisráðherra og þú sætir í mínum stól. Málið er það að hvati til þess að vinna og vera duglegur hefur farið minnkandi. Við erum að sjá það að fólk er að kvarti við því að fólki sem er að komast inn á vinnumarkað er ekki nægilega duglegt og vinnusiðferð er ekki mikið. Viktor Gísli kemur hérna og hvetur ungt fólk til þess að fara í veikindafrí til þess að komast út til þess að horfa á handboltaleik. Þetta,
í ofanalag við almannatryggingakerfi sem þeir eru núna innleiða eitthvað sem að margir hafa áhyggjur af að muni koma til með að minnka hvatan til þess að vinna. Bæði fólki sem eru raunverulegri örorku sem hefur minni hvata til þess að fara að vinna, en svo líka sem eru áhyggjur sem ég veit að starfsmenn sem að vinna á Tryggingastofnun ríkisins hafa að ef að aukin viðbótar hvati inn í þetta kerfi til þess að fara inn á örorku að þá hækkar örorka. Og þetta er alveg eldfimt mál, en við þurfum aftur á móti að horfa á það að við þurfum fleiri kristrúnur og við þurfum færri sófakartöflur og til þess að gera það að þá þurfum við að hafa einhverja hvata inn í þessi kerfi. Þegar að einhver svona bótakerfi eru orðin þannig að það er skynsamlegra að vera á bótum frekar heldur en að vera að vinna, að þá fara fleiri á bætur heldur en eru tilbúin til þess að vinna á lægstu laununum. Já, það er ekki þannig í dag. Ekki ennþá. Okay, þetta er tvískipt umræða. Fyrir það fyrsta er svona staðrendur hvort að borgi sig að vinna ekki og hins vegar hvers konar fólk það er sem er self-made og hver eru öryrkjar. Þú ert self-made? Já, ég meina, ég er ekkert self-made, Tóti. Ég er dugleg. Ég er undirbúningspróf í harmoníku. Herðu, ég ætla ekki að gera lítið úr mínum dugnaði. En veistu, og ég hef bara sagt þetta annars staðar, það er fólk í kringum mig sem fekk nákvæmlega sama atlet og ég og er ekki það sem ég er, Þú veist, þetta hefur ekkert að gera bara með dugnað, þú veist, fólk fæðist með mismunandi uppleggi í lífinu, fólk lendir í áföllum og ég gæti ennþá lent í áfalli í dag og ég veit allt það, Þannig að ég vil bara segja að já, dugnað kemur þér mjög langt, en það er fullt af duglegu fólki að núti sem er ekki það sem ég er eða mjög margir Íslendingar eru, af því að það var hlutir gerst í lífinu og ég hef bara alltaf verið meðvituð það og borið virðingu fyrir því að það er samfélag sem ól mig, það eru aðstæður sem að gera það verkum að ég gat farið í þann farveg sem ég fór í og það er ákveðið upplegg sem ég leiði. Ég verð bara að koma því til skila af því að þetta hefur mótað mig alla tíð og gert það að verkum að ég get og borið djúpa virðingu fyrir fólk óháð því hvað það er í lífinu, Hins vegar er ég alveg sammála því. Þetta er sér umræða, hvers vegna fólk lendir það sem það lendir, Hlaðvarpið í samstarfi við Stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því er Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það er stjarna í framrúðunni, þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann er tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Polsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Hins vegar er ég alveg sammála því að auðvitað þarf að vera hvati til að fara á vinnumarkað og ég er líka sammála því að við þurfum að ræðum vinnu siðferði, en það er ekki það sama og einhvern veginn að þeir sem eru öryrkir eru ákveðin típa og þeir sem eru duglegir en önnur típa. Ég held að annars vegar þarftu að vera með þá stöðu að þeir sem að hafa ekki kostaði að sækja vinnu út af alls konar ástæðum að þeir þurfa ekki að lifa í djúpri fátækt. Ég bara hef þá samfæringu og mér finnst ríkt samfélag eins og Ísland á ekki að láta öryrkja eða eldra fólk, sérstaklega eldri konur sem hefur lítið í lífeyrissjóð, skrimta. Það er bara þannig. Ég held eins og það séu afskaplega fáir sem velja sér að vera á örorku vegna þess að það, í fyrsta lagi eru miklu fordómar gagnvart fólki sem eru á örorku. Það eru miklu fordómar, samfélagslegir fordómar og öðru lagi er það ekki þannig að það sé ykkur brjálar fjárhagsleg hvati til þess að vera þar. Og ég held að vinnu siðferðis umræðan hafi miklu meira að gera bara almennt hvað það er sem drífur fólk í lífinu en peninga, Og ég held að það þurfi bara aðeins að rækta það með öðrum hætti en bara annaðhvort ertu duglegur eða þú ert öryrki. Þannig ég get alveg tekið undir anga því sem þú segir. Ég bara tek ekki undir skilgreiningu á því hverjir enda á hvaða stað í lífinu. Þannig að ég vil klárlega það þarf að passa hvata í kerfinu, það þarf að passa, með það er ástæðan fyrir því, Tóti, að við erum að taka óvinsalar og erfiðar ákvarðanir sem að ekkert allir eru sátti við okkur í dag með út af til dæmis atvinnuleysisbótakerfinu. Við erum að breyta ávinnslutímabilinu þar, við erum að breyta lengdinni sem þú getur verið á langtíma atvinnuleysisbótum. Allt er þetta gert vegna þess að við viljum að fólk sé frekar virt en óvirt. En við erum ekkert á þeim staði í örorkukerfinu að það sé bara einhver veisla að velja sér í örorku. Það er langt í frá þannig og það verður að finna þetta rétta jafnvægi milli þess að skapa hvata og að refsa fólki fyrir að vera í þeirri stöðu sem að það kemst ekki út úr, En það þarf að passa virkniúrræði,
Ég hef líka áhyggjur af ungu fólki sem mitt hvorki í skóla, nei í vinnu, sömuleyti svona bara að detta inn í örorkukerfi út af andlegri óvirkni og öðru slíkt. En það ekki drifið áfram af upphæðum örorkugreiðslna, Tóti. Það ekki drifið áfram af því. Það meira drifið áfram af svona breiðari samfélagslegum þáttum og við þurfum alveg klárlega að taka á því. Já, af hverju heldur að ungt fólk sé latar í dag heldur en þegar við vorum ung á meðan þú varst svona dugleg? Ég hef aldrei skilið þessa auðmýkt hjá þér með það að þú segir bara ég var bara heppin. Ég var heppin. Já, en það samt, þú samt vinnu þjarkur, já, fattaru? En ég hef líka bara gaman af því að vinna og það, ég hef getað valið mig inn í alls konar störf. Og ég hef líka verið að vinna í störfum sem ég varst alveg hræðilegt að vinna í og ég var kannski ekki droslega dugleg þar heldur, sko. Þannig að ég ekkert viss að ungt fólk sé latar í dag. Ég meina, það bara við meiri velmegun. Ég meina, þú ert að svipuðum aldrei og ég, eða ekki? Ég meina, bara þessi kynslóð, bara frá því að ég var alast upp. Við vorum ekki sósíal þegar við vorum 16 ára. Nei, ég meina, ég fór aldrei út að borða sem barn, skilju. Þú veist, það var ekkert verið að, við vorum ekkert eitthvað alltaf í útlöndum og ég meina, ég bjó mjög þröngt og samt á ég bara foreldrar í bara flottum stöðum, þannig sé. Það almenn velmegun meiri og þetta bara allt afstætt, skilju. Fólk getur leyft sér, ég meina, var ekki alltaf hugmyndin svo hérna, draumurinn sá að með almennri velmegun þá myndi frítími aukast, skilji. Ég meina, fólk bara að velja sig inn í það. Þetta bara öðruvísi aðstæður. Að sumuleyti þetta jákvætt. Að sumuleyti þetta jákvætt ef fólk getur lifað á því að vinna minna. En að öðru leyti, já, maður velti það fyrir sér í sömu. Ég veit það ekki, sko. Ég heldur sért að því að, sko, með við hvað eru margir sem hafa miklar áhyggjur af þessu. Því að við höfum talað um það, til dæmis við erum með fjármagna lífeyrissjóðskerfi og það svona svolítið sérstæða með hvernig hlutin í Evrópu og Konráð einmitt nefndi það í sínum pistli sem hann birti á hann og hann einmitt nefndi það að við erum að fara svolítið frönsku leiðina í þessum efnum og frönsku leiðin í hvað? Í lífeyrissjóðsmálunum að rauninni þetta myndi koma til valda því að við værum með fljótlega ófjármagnað lífeyrissjóðskerfi. Já, verði bara að stöðva þetta, skilji. Þetta ekki svona brjáluð stefnubreiting. Undirliggjandi kröfur hafi gegnum árin verið þar og það þarf ekki annað en að lesa bara umsagnir við næstu hver einustu fjárlög sem hafa komið fram. Og það sé ekki verið að virða fyrri og aðrar greinar almannatryggingalaga. Það verið að hnykkja á þessu. Það verið að taka mið af launavísitölu. Það verið að virða bara mjög eðlilegar forsendur að allt í einu byrjar ekki hér og svo ertu komin hérna í gliðnun. Þetta ekki að fara að setja ríkissjóð á hausinn. Ég verð bara að stöðva þann part af þessu umræðu. Þarf að fara vel með fjármagn, já. Þarf að passa að ríkissjóður sé jafnvægi, já. Það þessu við erum að gera. En bara við megum ekki alveg mála skrattan á vegginn í þessu máli. Þú veist, við erum ekki að fara inn í franska lífeyrissjóðakerfi með þessu og það heldur ekkert eðlilegt. Það ekki eðlilegt að öryrkjar og fólki sem á skertustu almannatryggingunum þurfast að alltaf vera að berjast fyrir því að fá bara hækkanir sem allur almenni markaðurinn að fá. Þetta ekki tvöfaldar lástóti, þetta verður allt í lagi, en það þarf að fara vel með hverja einustu krónu. Það þarf að fara vel með hverja einustu krónu. Já, það getur fólk bara sofið vel. Hérna... Ég sef allavega ágætlega út af þessum máli. Það ekki? Já. Það gott. Hérna, Stefáninnar, af hverju mætið ekki viðtöl til hans? Ég bara pínu lítill í mér þegar ég hlusta á hann. Býtu, hann alltaf að tala með þetta við þig? Já, nei, ekki við mig. Hann talar alltaf um þetta í þáttunum. Í alvöru? Að þið þórið ekki. Það bara en sterk lína hjá ykkur í ríkisstjórn að þið mætið ekki þætti til hans. Að við mætum ekki, veistu, ég verð að viðurkenna, ég fylgist ekki með hver mætir í spursmál. En ekki, ég sá nú bara Dagbjört daginn þarna og var ekki Logi líka daginn þarna? Já, hann var að tala um ríkisstjórnina. Nei, var Logi. Hann allavega kvartar yfir því að þú, Þorgerður, Hanna Kata og fleiri komið ekki. Ég skal nú bara segja það að ég svara líklega fyrir einn mesti tíminn hjá mér í að ræða við fjölmiðla að tala við Morgunblaðið eftir ríkisstjórnarfundi. Já, við Anders frænda. Já, ég meina, Stefán getur bara mætt þangað eins og aðrir, skilurðu. Það ekki þannig að við sem ekki gefa kost á okkur gagnvart af okkur miðlum. En það heldur ekkert sjálfgefið að ég mæti alla spjallþætti sem ég boðið í, skilji. Ég meina, ég fæ bara rosalega mörg boð. En ég tala við alla miðla sem mæta til dæmis eftir ríkisstjórn og þau fá veglegan tíma, skal ég segja þér. Og hans miðill, ég veit ekki, kannski hann ekki ráðan á Morgunblaðið. Ég veit ekki hvernig það er. Það allavega nóg af fólki frá þeim miðli sem mætir eftir ríkisstjórnarfundi.
Oft eru þau aðeins fjölmennari meiri sér en aðrir miðlarna og það bara gott og blessað þannig að þau ná að manna þetta mjög vel. Þetta ekki gagnvart honum persónulega? Nei, dríkt gagnvart Stefán persónulega. Ertu viss? Já. Ok. Hérna Már Volga Mixa segir þetta sé stalinísk áætlun að ætla að fara að afnema verðtrygginguna í svona stórum stökkum. 5 ára stalinísk áætlun. Már Volga Mixa, ég fæ hann með viðtöl sko, það er svolítið erfitt að finna titil og viðtöl sko, en hann talar alltaf með frekar svona hófstillt hætti. Já, þetta finnst honum alveg vera afleitt. Já. Já, ég er náttúrulega ekki sammála þessu. Hann hefur ágjörð að þetta muni auka ójöfnuð. Og það meikar alveg sens út að ég meina fólk sem þarf að komast inn á húsnæðismarkað. Veistu hvað eigur líka ójöfnuð? Hvað? Hái vextir. Veistu hvað finna mest fyrir háum vöxtum? Ungt fólk og skuldmikið fólk. Það er ofboðslega margt, Tóti, sem við gerum í hagstjórn sem veldur ójöfnuði og er ekki rætt hagstjórn, eðli málsins samkvæmt, hvort sem það sé peningamálastjórn, snúi að stjórn á fjármálstöðuleika, stjórn á ríkisfjármálanum. Ég meina, ef þetta er mælikvarðin, þá væri þetta allt stalinismi, skilur. Það er verið að taka ákvarðanir sem hafa áhrif á líf fólks til að hafa áhrif á hvata, til þess að hafa áhrif á umsvif, verðbólgu, hegðunarmynstur fólks. Ef fólki finnst það forræðishyggja, þá værum við bara ekki með ríki, við værum ekki með efnaðastjórn, við værum ekki að stýra ríkinu og værum ekki að stýra vaxtastigi. Verðtrygging er bara ein leið til þess að koma fjármagni til fólks og til þess að afmarka það hversu mikið borgar á hverju mánuði. Þannig að mér finnst þetta ekki rétt framsetning, ekki nema þá bara lýsa öllum hagstjórnartækjum ríkisins og hins opinbera sem stalinísk og þá erum við bara komin í aðra umræðu og það er allt í lagi. Verðtryggingin er þannig að hún er ekki sjálfgefin, hún er ekki eitthvað sem er útbreytt í öðrum löndum, hún er vissulega eitthvað sem kom inn á sínum tíma út af ástæðum og ég hef gegnum tíðina og ég held að þú hljótir ekki að tekja undir það með mér. Ég er ekki einn af þeim sem hef verið að sko hlaupa hér götur og segja bara þetta er bara verðtryggingin, það er bara að kippa henni úr sambandi. Ég veit alveg að það þarf að passa upp á launasetningu og útgjöld ríkisins og gera þetta allt saman. Ég veit hins vegar, jafnvel að þú, að miðlunarferli peningastefnunar er stórkostlega laskað ef fólk getur valið sér stöðugt út úr vaxtastiginu sem er verið að reyna að búa til. Og ef fólk er ósátt við það að vaxtahækkanir bitni á þeim, ég meina, what else is new? Það er það sem að Seðlabankinn er að reyna að gera og verðtryggingin hefur gert það að verkum að alls konar fólk, bæði fólk sem þarf þess og eru upp á smetrunum í sínum fjárfestingakaupum, en líka fólk sem að veit bara, eða peningunum sínu eitthvað annað, fjárfesti í ykkur öðru, hefur valið sér út úr þessu miðlunarferli. Það gerir það verkum að vextirnir þurfa að vera hærri en ella og það drepur alls konar hugmyndir í hagkerfinu. Er auðvelt að afnema þetta? Nei. Gerir það einu pennastriki? Nei. Verður fólk pirrað vegna þess að ávöxtun þeirra í lífeyrissjóði? Verður fyrir áhrifum? Já. Þetta er ástæðan fyrir því ég hef aldrei trúað á það eins og þetta sé eitthvað svona komplett lausn á öllu. Ég held hins vegar að við verðum að horfast í augu það að við séum með óverðtryggða krónu, verðtryggða krónu, fyrirtæki sem getur gert upp í erlendri mynt, gera það verkum að við erum bara með mjög þröngan kanal og fáa einstaklinga sem er að verða fyrir núverandi miðlunar vaxtaferli Seðlabankans og minnst alltaf lagi að adressa það. Hugmyndin er svo að reyna að takmarka það, hversu aðgengilegt fjármagn er á verðtryggðum vöxtum. Það hefur nú þegar gerst sjálfkrafa með vaxtadómnum. Bankarnir eru að biðja að losna út úr þessari verðtryggingu, vegna þess að þetta er líka að valda alls konar vandræðum í lánveitingum og öðru. Það er enginn að fara að hirða verðtryggð lána fólki sem fólk er nú þegar með. Þetta er spurningum að búa til aðra hvati í kerfinu. Það er rétt hjá Má að það þarf að passa upp á unga fólkið. Það þarf að passa upp á fólki sem er lítið á milli handana, vegna þess að það hefur margt hvert bara komist inn á markaðan á þessum forsendum. En það sem hefur breyst frá því áður en að við fættumst þegar vorum að fæðast, þegar alltaf tala með sig hefur alltaf verið erfitt að koma undir sig þaki, er í gamla daga, þegar foreldrar mínir voru að kaupa sér íbúð, þá var það erfitt vegna þess að þau þurftu að leggja svo mikið niður uppalega. Þau fengu ekkert 90% lán. Í dag er það erfitt, ekki út af láninu bara, heldur hvort að borga af því á hverjum einasta mánuði. Þannig við fórum úr því að reyna að gera kröfum að fólk lagði meira inn, borgaði meira inn á hverjum einasta mánuði í það auðvelda fólki bara skuldsetningu.
og þetta er ekki sjálfbært. Það er skuldsetningar hringiðan sem er ósjálfbær, það er að proppa upp allt verð og við munum stöðugt alltaf skottið okkur. Við munum þurfa að grípa fólk með öðrum hætti, við erum að gera til dæmis með styrkja hlutdeildarlánakerfið sem ég hefði sjálf efasemdir á sín tíma, en ég hef sagt bara, herðu, ef við erum að byggja inn í kerfið, sem by the way, fyrsta blokkin, fyrstu íbúðurnar, veit ég hvort fólk átt að segja því, sem á nokkuð tíma verið byggðar inn í þetta kerfi, sem á að vera uppálega planið með hlutdeildarlánakerfi og að tekið skóplustunga því núna bara rétt í þessu. Við þurfum að hjálpa til með þessum hætti og aðgengi að fjármagni með svona sérstaklega fyrir þessu hópa, ekki með að láta verðtrygginguna grassir í gegnum allt samfélagið. Þannig að við tökum hana brút. Sko við tökum hana ekkert bara út, þetta virkar ekki þannig. Nei, en sko ef fólk ætlar alltaf bara að verja núverandi kerfi, þá mun aldrei neitt breytast. Það er ástæði fyrir þetta hefur ekki verið gert. Þetta er erfitt. Við munum gera þetta vandlega, þetta verður ekki í einum ranni, en það mun ekki allt fara á hausinn hérna. Þetta verður alltaf lagi. Hlaðvarpið er í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is er heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það er fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það er ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Það verður allt í lagi. Sko, ég man núna, ég er ekki múin hlusta á það síðan, en ég man síðast ef við tölum saman, að þá sagði ég eitthvað á þá leið að vandamál Jóhannustjórnunarinnar hafi verið að þau ætlaðu að gera svo mikið einu. Já. Og nú erum við með öll þessi mál. Við erum með hugmyndir afnám verðtryggingar, við erum með breytingar á veiðigjaldalögum, við erum með breytingar á holdningalögum sem kannski hafa ekki beint með hagstjórnun að gera, við erum með breytingar ótrúlega mörgum málum í einu. Og í ofanalag, þá erum við með ESB-umræðuna. Má ég samt segja, við erum búin með veiðigjöldin, sko. Já, ég veit, en ég er að segja... Við erum að klára útlendingamálin núna, bara ef það klárast ekki í gær, þá er það að fara að klárast núna í vikuna, allir minnst kosti 1 mál. Verðtryggingin, hún bara mallar, skilur. Þetta er allt í ferli, veistu hvað er margir sem vinna hjá ríkinu í æðstu stjórnsýslu, mjög margir. Það er mikið að hæfa fólki sem er búin að fá mjög skýr skilaboð og ég sammála þér, það má ekki gera á mikið. En við erum alveg með stjórn á því sem við erum að gera, sko. Það má heldur ekki nota þetta sem afsökun. Nei. Það má heldur ekki nota þetta sem afsökun eins og sumir stjórnmálamenn, ónefndir stjórnmálamenn sem segir bara kerfið þvælst svo mikið fyrir mér, ég kom aldrei neinn í verk. Herru, það er okkar að stýra því, það er alveg hægt að gera eitthvað, sko. En þú vilt tala með ESB, ég heyri það úr ólmur í það. Ég bara velti fyrir mig hvort að þú vilji gera það. Og það er sko, ég ætla að leggja fyrir spurningu. Og ef að svarið er ekki afdráttarlaust já, þá veit ég að þið langar ekki ESB. Ef að við klárum aðildarviðræður og við erum með bara fínan samning á borðinu. Já. Og þú ekki sem forsætisráðherra, heldur bara sem Kristrún sem fer inn í kjörklefan, myndur þú setja já við það að fara inn í ESB? Ef við fáum góðan samning, já. Bara ekki spurning. Ef við fáum góðan samning. Þá veldi ég fyrir mér. Þú sagðir hérna fyrir ekki svo löngu að við ættum alls ekki að vera íhuga það að fara inn í ESB nema við værum með allt með feldu. Núna er hækkandi verðbólga, hækkandi atvinnuleysi og margt svona sem bendir til þess að veturinn mun koma til með að verða ansi erfiður varðar hagstjórn. Við erum náttúrulega nýtið þetta til þess að tala það að þetta væri alltaf miklu betra ef við værum innan ESB. Já, þetta er eins og kallega kenningum að við séum að reyna að stýra ríkinu viljandi á vonda veg til að koma inn í það. Ég ger mér fulla grein fyrir því að þið eruð ekki að stýra hérna öll í strand til þess að við förum inn í ESB. Ég er ekki svo vitlaus. Hins vegar þá sagðir þú að við ættum að vera með frekar lignan sjó þegar við myndum fara inn. Já. Sjórinn er ekkert svakalega lign núna. Af hverju erum við þá að pæla í þessu? Ég er bara ekki alveg sammála þessu. Okay. Það er ekki allt komið á eitthvað fullkominn stað, en við erum ekki á vondum stað. Við erum bara alls ekki á vondum stað. Sko, atvinnuleysi er ekki svona hátt. Neysla er ennþá öflug. Það er bara ágætis fjárfesting í gangi í hagkerfinu, við erum að detta í meðaltalshagvöxt, það er hægsta fólksfjölgun sem hefur skapað mikið þrýsting á íslenskt samfélag. Við erum bara að detta í ágætis takt, ég meina verðbólgan en treg. Þú
Þú veist, hvað annað nýtt? Það hefur alltaf verið erfitt að ná verðbólgu niður á Íslandi. Við erum samt, ég meina, það ekki eins og sé 10% verðbólga eins og var á síðasta kjörtímabili. Þannig að allt fullkomið? Nei. Vil ég gera betur? Já. Allt ómögulegt? Alls ekki. Það margt mjög gott. Við erum að komast yfir nullið í afkomi í fyrsta skipti í ofboðslega langan tíma. Skuldsetning ríkissjóðs hefur hríðulega lækkað. Hún lækkaði 7,5% af landsframleiðslu bara á síðasta ári út af uppgjörinu íhjaldssjóði, út af Íslandsbanka, út af því að búið að taka til í alls konar fjárstýringu hjá ríkinu. Við erum á góðum stað að mörgu leyti og ef þú horfir í rauninni á bara svona almenn skilyrði eins og þessi blessuðu Maastricht skilyrði, þá tikkum við bara í flest box nema einmitt vexti og verðbólgu. Það bara þannig. Þannig að við erum líka, veistu hvað, ég held við séum líka á góðum stað, ég held við séum að mörguleiti á góðum stað samfélagslega. Sko, já, það alveg ólgótt einhverjum málum, en þetta ekki sambarlegt við 2009-13. Ég meina, Ísland stendur vel, við erum sterkt samfélag. Þú veist, fólki líður upp til hópa veljarna, það auðvitað alltaf angar samfélaginu sem þarf að vinna betur að og hlúa betur að. Við erum með sjálfstraust, okkur líður vel. Það var það sem ég var að meina, að ef við færum í þessa vegferð, gerðum við það með hausinn hátt, ekki hnjánum. Þú veist, við settum hnefana aðeins niður í borðið, við vildum fá virðingu, við værum auðvitað raunhæf í því upp að hvaða marki einhverja sérlausnir var í boði. En ég ekki sammála að við séum að vondum stað. En ég meina þessi atkvæðagreiðsla sem við erum að fara í dag, mér finnst allt í lagi að fólk sem alls konar skoðunar því. Það sem fyrir brjóstið á mér. Ég segi þetta bæði sem leiðtogi ríkisstjórn en líka bara sem almennum Íslendingi, þar sem okkur hefur að minnstakosti farnast það vel. Þáttur að hlutin hafa aldrei verið eitthvað fullkomnir að við höfum verið samheldið samfélag, við höfum verið gott samfélag. Það verið svona takmörku polarisering og við höfum bara tala hreint út hlutinu sko. Ekki vera að láta eins og eitthvað sé eitthvað sem það ekki. Þessi atkvæðagreiðsla snýst hvort við opnum að aðildarviðræður eða ekki. Hún snýst ekki það að ganga í Evrópusambandið ekki. Við getum ekki tekið ákvörðun að ganga þarna inn fyrr en eftir 2 atkvæðagreiðslur. Og fólk þarf ekki að vera búið að gera upp við sig nákvæmlega hvað því finnst Evrópusambandið, hvers konar samningar hægt að fá eða ekki, hvort þetta sé aðlögun eða ekki. Það skiptir ekki máli hvað ég segi við því hér í þessu viðtali í fréttunum hvað við gætum fengið. Fólk mun ekki trúa því og ég veit það ekki sjálf fyrir en við fáum hennan samning. Þannig að þú veist, ég bara, ef fólk vil ekki eyða tími í þetta, þá það allt í lagi. En ég mjög viðkvæm fyrir þessari upplýsingaóreiðu hvað þessi atkvæðagreiðsla að því mér finnst það ekki hollt fyrir okkur sem samfélag og ég þoli alveg gagnrýni og ég sé mörg tækifæri fyrir Ísland þó að við göngum ekki í Evrópusambandi. Ég vil samt bara að fólk sé upplýst sko. Þetta snýst valkosti, viljum við sjá hvað okkur býðst eða ekki. Og ég held á tímum sem þessum almennt, þá betra að fjölga valkostum en fækka þeim og taka svo upplýsta afstöðu til þeirra. Já. Ég átti mjög gott eitt mjög gott komment af opnum fundi sem ég átti daginn. Ég var á Sauðárkróki og þá var einstaklingur á sjómaður sem sagði, veistu Kristrún, varandi þetta ESB-dæmi, ég bara veit ekki stundum hvað ég halda. Annars vegar maður einhvern veginn að hlusta eitthvað málsmetandi fólk sem bara alveg brjálaði virðingu fyrir, segja bara, við getum ekki verið að fara þarna inn, þetta bara eitthvað aðlöguna viðræður. Það engar lausnir sem hent okkur. Það allt hnignandi í Evrópusambandi. Það allt hnignandi í Evrópusambandi. Og síðan hinum megin, skulum aðeins taka það. Já. Svo hinum megin, málsmetandi fólk sem bara mikla virðingu fyrir, sem segir bara, heyrðu, hagvöxtur á mann mögulega eins bara betri hérna. Aðstæður eru kannski bara allt í lagi í Evrópusambandinu. Við höfum eitthvað þetta að segja, það eitthvað sérlausnir í boði. Og ég bara veit ekki hvað ég á að segja. Ég ber virðingu fyrir báðum sem aðilum. Get ekki fengið einhvern óháðan aðila til að gera úttekt á þessu. Alltaf þessi óháði aðili sem verið að leita. Og ég sagði við hennan einstaklingi, ég segi, það snýst þessi atkvæðagreiðsla. Bara, hvort þú trúir mér, eða Tóta, eða Sigmundur Davíð, eða einhverjum öðrum, það engin leið fyrir að þetta bara komið á borðið, skilju. Þannig að það snýst þetta bara.
Hlaðvarp í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fossalsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. En ertu ekki sammála því, ég meina, það orkukrísa í Evrópu, útlendingamálin í algjörum ólestri, við munum, það sem líka alveg fyndið við þetta, sérstaklega þeir sem tala fyrir því að við ættum að auka samskipti okkar við Evrópusambandið, eru samt líka hljóta að gera sér ljóst fyrir að það munu taka við alls konar allt öðruvísi öfl í Evrópu á næstu árum, ef framfer sem horfir. Evrópa hnignandi, vonandi náður að rétt úr kútnum. Hvað meinar þú að segja hnignandi? Það bara allt orðið verra, það allt orðið miklu dýrara, það allt orðið miklu erfiðara. Miðað við hvað? Miðað við það sem það var. Já, en miðað við önnur lönd, hvað önnur svæði eru? Ég að tala innbyrðis, þessi lönd sem eru innbyrðis inn í Evrópu eru orðin verri heldur en þau voru fyrir ekki svo mörgum árum. Það það sem fólk hefur áhyggjur af. Hlutinir í Þýskalandi eru orðnir verri. Hlutinir á Norðurlöndunum eru orðnir töluvert erfiðari þó svo að þeir séu ekki jafn erfiðir eins og í Frakklandi. Og eru við eitthvað eilandi því að geta notið ávexta sem aðrir, ég meina, að hversu miklu leyti hafa til dæmis bara kjör í öðrum löndum, viðskiptakjör, þróun, alþjóðaverslun, alls konar áhrif á okkar getu, ég meina, þú veist, það hafa líka, ég meina, já, Evrópa er eldast. Skýrslur hvernig, til dæmis Draghi-skýrslan, hefurðu lesið hana? Já, ég hef alveg lesið þessa skýrslu. Þar kemur bara mjög skýrt fram að það mjög margt í algjörum ólestri. En það Evrópa að reyna að taka sig á. Ég ætla ekki að vera einhver málsvarals Evrópusambandsins hér. Ég held að aðalmálið sé bara, ég meina, fólk bara tökum þessa umræðu, það alltaf lægi, en ég meina, það bara víða áskoranir, til dæmis varðandi öldrun þjóðar, ég meina, við í Asíu, þetta bara risa vandamál. Það líka áskoranir í Bandaríkjunum, bara polarisering þar og hvað áhrifið það að hafa samfélagin þar, það áskorun þar. Já, ég meina, það hlutirnir eitthvað öðruvísi í Evrópu en Bandaríkjunum varðandi sumt, en það líka margt sem betra í Evrópu en í Bandaríkjunum, þú veist, það mælist kannski ekki inn í hagvexti með sama hættu í Bandaríkjunum, fólk kvartar yfir samkeppnishæfni, já, þau eru meðvituð um það, þau eru krítísk á það, þeir sem að stýra Evrópusambandið og leiðtogar, þeir eru krítískir á það. En ég ætla ekki að vera eitthvað málsvari allra álfuna, mér finnst bara þessi umræðu einhvern veginn hnignun hér og hvað, með við allt annað, Ég meina, þetta stærsta viðskiptasvæðið okkar, þetta stærsti einstaki viðskiptaaðilinn. Við erum ekki með tollfrjálsan aðgang að öllu leyti þarna. Útlendingamál, ég meina, enn og aftur, ég er ekki sérfræðingur í útlendingamálum fyrir Evrópusambandið og ég ætla heldur ekki að vera málsvari þess, en ég veit ekki betur en þau sem er harðari útlendingalöggjöf en á Íslandi. Við erum inn í ES nú þegar, við erum inn í Schengen nú þegar, við gangum inn í Evrópusambandið, þá dettum við inn í tollabandalagið. Ef eitthvað þá herðir það sjálfkrafa kröfur okkar til útlendingamála. Við komumst ekki upp með að fara fram hjá okkur Schengen-reglum sem að hefur til dæmis verið kvartað yfir hér. Þú veist, þetta mun allt snúast þetta mun margt snúast upp að hversu miklu leyti er hægt að svona virða þá sérstöðu sem Ísland hefur í ákveðnum atvinnugreinum. Og ég er alveg sammála því, ég meina við þurfum, þú veist, ég vil bara fá hreint, eitthvað sérlausnir í sjávarútvegsmálum í boði. Ég meina, þetta virða það að við erum eyland þegar kemur á orkumarkaðnum. En þessu, ég get ekki svarað þér þessu. Ég fengi svona indikasjónir, ég fengi eitthvað svona, já, við erum tilbúin að skoða. En ég meina, ég treysti ekkert frekar en þú fyrir að það skrifa niður á blað. En ég treysti mér ekki til að fullyrða að það sé engin framtíð þarna frekar en einhvers staðar annars staðar. Ég held að við eigum alltaf, og utanríkispólitík Íslands, hún er uppfull í söguna. Í sögunni af ákvörðum sem við höfum tekið af því að við sjáum, þú veist, þetta lítur vel út núna, nú förum við hér inn, sjálfstæðu okkar, 1944, miðri heimsstyrjöld, við bara gengum út,
Það voru það nasistinn voru náttúrulega að taka við Danmörku sko. Já, en fyrir ekki, ég veit ekki betur en að við höfum ákveðið að nýta ákveðna glöfu þar. Við nýtum líka glöfu sem skapaðist í heimsmálunum í að ganga inn í NATO 1949. Var það gett í fullir sátt með þjóðina? Nei, það var ekki gert að sjá eftir því, nei. Það þýðir ekki ég sé eitthvað að segja, ég hefði leitt að nákvæmlega með þeim hætti, en þetta var einn besta ákvörðun sem við tekið. Við fórum í þorskastríðina á sínum tíma við Breta, eigum við vant samband við Bretland í dag? Nei, við hóttum að segjast, sögumst alltaf að segja okkur úr NATO. Við gengum inn í EFTA og ES á sínum tíma, voru bandaríkjumenn brjálar út í okkur, nei. Mér finnst umræðan svolítið í dag, og ég vara við því, farin að þróast í það átt, en byttu, ef við gerum þetta, hvað segir þeir þá? En ef við gerum þetta, lokum við þá ekki þessu? Síðan hvenar, höfum við ekki bara staðið í fæturnar og reynt að knýja fram bestu sérlausnir fyrir Ísland. Okkar saga er full af því. Það er tækifæri núna til að sjá hvað okkur býðst og það er bara ekkert hættulegt við það. Sjáum til hvernig fyrir þú En ég mun hlusta á þjóðum mína, ég segja bara þannig. Já. Við munum bara halda plani og það er alls konar hlutir í gangi algjörlega óháð þessari atkvæðagreiðslu. Ég var alltaf hrifinn að þessu sko að gangin í Evrópusambandið en aðalega bara til að, ég var ekki hrifinn að, ég var bara svona beggja megin. En núna er þetta bara svo hræðileg hugmynd að ég ætla að berjast gegn því. En við sjáum til hvernig það fer. Fólksfjölgun, þú nefndir hana. Það var ég fekk fekk fáránlega mikið af spurningum en ég get náttúrulega alls ekki spurt eða öllum. Einn spurði því var lofað að barnafjölskyldur myndi koma til með að hafa það betra en nú virðist svo vera að það bara skattahækkanir lenda á þessum fjölskyldum og það eru erfiðar að komast inn á húsnæðismarkaðinn og sem mun aukast þegar verðtryggingi verður afnumin. Spurningi var eitthvað á þá leið. Hvað varð það að koma til móts við barnafjölskyldur? Hvað var það að koma til móts? Er fólk þá að tala getur verið að fólk sé að tala afnám samnýtingar skattþrepa til dæmis sem hefur áhrif á 4% landsmanna, eitthvað svo leiðis. Já, þetta er hvað, 10.000 fjölskyldur? Já, ég meina þetta er, það er svo margt sem er að taka fyrir þarna. Stærsti einstæðingi útgjaldaliður heimila þessa daganir vextir, og það eru mjög fáir sem að finna fyrir afnámi þessar samnýtingar. Þetta er ekki afnám samsköttunar eins og margir hafa reynt að halda fram. En ég get alveg bara viðurkennt það var bara tekið ákvörðun að loka þessari glöfu. Það er ekkert sem segir að þarna færðu ívilnun en þú fær ekki ívilnun af því að þú átt 5 börn eða undir ákvörðun veit ég hvað ég meina, það er líka ákvörðun að breyta barnabótum og öðru. Skattkerfið er uppfullt af alls konar svona ákvörðunum. Og þetta er ekkert eitthvað sjálfgefið að hafi haldið sig í sessi, þetta var mjög dýr glufa sem nýttist mjög litlum hópi. Já, þú gast alveg fundið eitthvað í aðrunum sem kannski hljómaði ósanngjarnt, skilji. En þetta hefur líka skapað svigrúm til annarra hluta. Við erum fyrst og fremst að reyna að skapa aðstæður þar sem að ríkisfjármálin eru ekki þensluhvetjandi, eru sjálfbær, svo sé að minnstakosti af okkar hálfu hægt að draga úr þenslunni yfir lengri tíma, lækka vexti, raunverð húsnæðisverðs er að fara rétt átt, það er að fara rétt átt. Við erum að vinna að atvinnustefnu núna sem á að vera drifin, reyna svona íta undir aukna framleiðni fyrir en bara fólksfjölgun, sem að dregur þá úr þenslunni á húsnæðismarkaði, að sé of margir að keppa hverja íbúð, sé bara íta undir ósjálfbæran hagvöxt. Þetta eru svona hlutir sem að kannski virka ekki eins spennandi eins og segja bara ég ætla að lækka skatta á þig. En máli er að ég get staðið við þetta til lengri tíma og ég sagði aldrei að við ætlum að lækka alla skatta í samfélaginu og það er heldur ekki þannig að barnafjölskyldur sé eitthvað í verri stöðu núna þeir voru áður. En þið ætluðu ekki að hækka þá? Hækka hvað? Skattana? Við erum ekkert að hækka skatta. Jú, þið bara kallið það eitthvað annað, loka glöfum og leiðrétting og eitthvað þannig. Við erum að lækka kostnað við aðra hluti á móti. Ég meina þetta bara, ef við tækjum ekki þessu, þá var eitthvað annað sem við getum ekki staðið við hinum megin. Ég missi ekki svefn yfir því að hafa afnumið þessa samnýtingu, Tóti. Ég vil bara segja alveg eins og er. Ég meina lykilatriðið er að við getum staðið undir þjónustu við barnafjölskyldur og það er þannig líka upp til hópa að það sem er stærsti kostnaðarliðurinn í bókhaldi fólks, það er vaxtakostnaðar og það er kostnaðar af húsnæði og við erum algjörlega með laserfókus á því að taka á því og það er að fara að skila okkur miklu betri niðurstöðum til lengri tíma en svona einhver svona,
hvað ég segi, eitthvað svona vinsælu hluti eins og segja ég ætla bara að lækka þessa skatta á þig núna. Það er ekki sjálfbært til lengri tíma. Við erum að vinna í húsnæðismarkaðnum, við erum að vinna í því að draga úr þenslunni og þar með vaxtastiginu og síðan erum við að vinna í því að reyna að viðhalda góðri þjónustu fyrir fólk, af því meirihlutann af fólki sem ég tala við, þó ég veit alveg að það er fólk á jaðrinum, en flestir sem eru í millitekjum plús, þeir eru á þeim stað að þeir eru þjónustuskertir. Þeir eru ekki fjármagnskertir, þó þeir fengi auka 15 skall á mánuði, það kæmist þeir ekki fyrr inn á leikskóla, þeir kæmist ekki með mömmu og pappa inn á öldrunarheimili fyrr, þeir kæmist ekki inn á bráðamóttökuna eða heilsugæsluna fyrr af því þeir væri með auka 10 skall. Þeim vantar þjónustu og þess vegna er ég líka að reyna að einbeita mér að því. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem er ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Já, ég er alveg sammálaður stytting vinnuvikunar að heimskuleg sko. Hérna, það var einn sem að spurði nú þegar ný stjórnarskrá var samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu árið 2012, höfum við einhvern grundvöll til þess að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu og virða það ESB? Býtu. Það var þess að þjóðaratkvæðagreiðsla á sínum tíma, 2012, nýja stjórnarskrá. Já. Og svo lengi sem við virðum hann ekki, getum við þá eitthvað farið í það að virða þjóðaratkvæðagreiðslu ESB? Og væri hægt að færa það til sama grundvall til dæmis ef það er dræm kjörsókn myndum við þá ekki þurfa að virða þá aðeldar umsókn. Góð spurning. Já, ég get ekki verið að svara fyrir stjórnarskrána sko. Þetta var bara fyrir minn tíma. Þú getur svarað fyrir forsætisráðherra? Ég get bara svarað fyrir mig og þessa ríkisstjórn sem er að vera með að spyrja af því að það er alvara bak við þetta og ég meina þú veist við þurfum að leggja fram þingsályktana við þurfum að passa upp á að kosningarnar standist öll próf, séu löglega boðaðar. Vonandi verður góð þáttaka í þessu skilju og ég meina þetta er bara þjóðþrifamál fyrir fólk en við munum bara virða niðurstöðuna. Það er líka bara pólitísk ákvörðun að virða niðurstöðuna. Ég þarf líka bara að standa og falla með því. Þannig að þú ert ekki skuldbundin að þessari þjóðaratkvæðagreiðslu 2012? 2012? Já. Er ég skuldbundin að þessari þjóðaratkvæðagreiðslu? Nei, íslenska ríkið bara? Ég hef verið á þeirri skoðun að það sé eðlilegra að við förum í þá vegferð og ég margoft svara fyrir það en bara það er svo langt síðan ég fengi spurningu stjórnarskrána að ég bara svona, við setur eiginlega hljóðan að það sé eðlilegra að endurskoða þetta í skrefum og það hafa bara allir verið á þeirri skoðun held ég í kringum mig í seinni tíð að við ættum frekar en að einbytta okkur að því að ná fram breytingum sem að farið þá átt sem að margt af því sem að búið nýju stjórnarskrána en þetta sé gert í skrefum. En ég er ekki hægt að setja mig á spotti út af einhverju sem gerist 2012. Ég vil bara segja alveg eins og er. Ég veit bara hvað ég ætla að lofa í tengslu við ESB og ég hef aldrei skuldbundið mig til að innleiða nýja stjórnarskrá á einu bretti. Ég held að það sé ekki raunhæft. Ok. Hérna færum við inn í ESB ef við fáum ekki einhverjar svona varanlegar undanþágur? Til dæmis með auðlindirnar? Ég held að það sé rosalega mikilvægt að fá þá hreint hvað við getum fengið þegar kemur að auðlindunum okkar. Varanlegar undanþágur? Ég ætla ekki að fara í eitthvað svona lagalegt eitthvað, þú veist, ekki láta skuldbinda mig on record. Þetta er svo stórt atriði. Nei, veit ég hvað ég meina, þú veist, þetta er bara enn aftur sem ég sagði við, Tóti. Það skiptir ekki máli hvað ég segi við þig. Fáðu þetta á prent og berðu þetta undir þjóðina eða ekki. Það skiptir, þú veist, þetta er bara það hefur ekkert upp á sig að vera eitthvað svona whataboutism þetta. Þetta snýst að fá svar við þessu eða ekki. Við getum fengið eitthvað svona indikasjónir eða eitthvað vísbendingar, kannski frá forsvarsmönnum Evrópusambandsins á einhverjum tímapunkti. Það skiptir engu máli fyrir upplýsingaumræðuna eða upplýsingagjöfina fyrir við fáum þetta inn. Ég held að það verði að taka með að því að við erum á sérstökum stað. Við erum ekki að meginlandi Evrópu. Við erum risastór fiskveiðþjóð, við erum með okkar eigin lokað orkumarkað. Þetta er allt það sem að þarf að taka til skoðunar ef við komumst á þennan stað. En ég get ekki svarað þessu hérna núna. Ég meina, það er augljóst að við þurfum að fá plaggið. Við þurfum að fá plaggið en við þurfum líka að fá eitthvað sem tekur með okkar aðstæðum. Og ég meina, ég er í grunninn Íslendingur í fyrsta sæti.
Ég vil bara það sem gott fyrir þjóðina mína, skilur. Og ég veit alveg að það eru kostur og gallar við öll svona sambönd, en veitu, það líka ábyrgðaratriði að sko vera læs á ytri aðstæður, vera læs á breyttan heim, ekki út af öllu sem búin að vera í gangi núna þessu ári, en bara, það ekki 2013, Ísland ekki á samstáða var þá, Evrópusambandið ekki á samstáða var þá heldur. Við höfum gengið í gegnum ýmislegt á þessu 80 ára tímabil okkar sem lýðveldi, sko. Og við megum heldur ekki vera með svo mikla kreddur í aðra hvora áttir, að það megi bara aldrei skoða hlutina heldur aftur. Og ég mun ekkert endilega, ég stend ekkert á fell með því nákvæmlega hvernig þessi samningur lítur út. Ég meina það í mörg önnur verkefni, en það hefur alveg hreyft við mér að það gæti núna verið skapast aðstæður, það sem að Evrópusambandið gæti mögulega vilja semja með öðrum hætti, þannig að þau eru bara að horfa á heimsmyndina með öðrum hætti, við erum að horfa á heimsmyndina með öðrum hætti. Það farið að nota til dæmis tolla sem að reyndar í gegnum tíðana hefur oft verið gert, sko, en svona kannski við 30 ára tímabil minnkaði aðeins, svona sem refsitól, skilji. Við erum ótrúlega viðkvæm fyrir svoleiðis heimi, það eru allir einhvern veginn að hugsa allt upp á nýtt. Af hverju getum við ekki bara svona aðeins velt hlutunum fyrir okkur án þess að fara strax í það klassíska sitt hvoran endan. Það væri óskandi og ég held að Íslendingar geti það alveg, við höfum oft bara tekið mjög mikilvægar stórar ákvarðanir á réttum tímum, sko. Og ég mun bara hlusta á hvað fólk segir, það er bara þannig. Talandi að taka ákvarðanir á rétt tímum, hver heldur að hafa verið svona versta ákvörðun sem að þú hefur tekið á þessu ári? Sem að þú ert að vera forsætisráðherra. Ekki á þessu ári, það janúar, eða febrúar, en sem forsætisráðherra. Hver á svona, ég hef að sleppa þessu? Ég hef að sleppa þessu, ég meina auðvitað segir maður bara einu sinni í viku eitthvað sem maður ekki að segja. Er þetta að tala eitthvað svona afdrifaríkt eitthvað í löggjöf? Já, eitthvað svona, horfir í baksinspilina. Ég veit ekki, það er ekkert sem ég að missa svefni yfir, ég meina þú verður þá að gefa mig eitthvað dæmi og þú grunar mig eitthvað. Ég er bara heilt mjög ánægð með þetta ár, skiljið, því það ég hef aldrei gert mistök, nei, en það er ekkert sem að situr eitthvað í mér sem eitthvað stórkostleg mistök, það er ekki þannig. En ég meina auðvitað hefur maður oft bara mist eitthvað út úr sér eða þú svona slípast til mjög mikið, ég er að hlusta á einhver gömul viðtölu við, sko. Þú slípast mjög mikið til í þessu, þú gerir færri þannig mistök. Ég er enda til að þú gerir eiginlega engin mistök, ég hef náttúrulega fjallað um það mjög ofta, flest sem þú hefur gert, sko, er mjög strategíst, sko. En strategíst, maður það líka bara að vera auðmjúkur gagnvart í, sko, stundum þarftu bara að endurskoða eitthvað sem þú gerir, ég meina það er líka bara allt í lagi, skilji. Ég fór ekki að starfa til að hafa alltaf rétt fyrir mér. Ég er ekki þessari vinnu út af sjálfri mér, maður er að reyna að þjóna og stundum hefur maður bara rangt fyrir sér, en hvort að það sé eitthvað katastrófa, nei, ég meina ekki ennþá, en ég meina kannski kemur eitthvað í ljós seinna og þá verður maður bara að vera auðmjúkur gagnvart því. En er eitthvað sem situr í þér, svona, til dæmis eins og með þetta almannatryggingamál, þú bara horfir á það og það er ekki séns að þetta mun klika? Nei, ekki eins og það er lagt upp með, en auðvitað er bara útfærslan lykilatriði. Útfærslan er lykilatriði. Það verið að tala um að sé tekið mið af launavísitölu. Ég meina, ef við verum einhverja ríkisstjórn í framtíð sem er bara, örorkubætur komin 25% fram yfir lágmarkslaun, ætlum samt að gera þetta. Það var ekki gott. Það er ekki markmið. Sko, það er markmið með hlutum, það eru greinargerðir, það eru útgangspunktar, svo eru lagabreytingar, skilur. Ég meina, það er ekki þannig að hlutir, ég meina, þetta er allt mannanna verk, Tóti. Við eigum ekki að haga hlutum eins og sé ekki mannanna verk. Ég meina, hagstjórnarmistök fortíðar voru ekki bara byggðar á því þegar ákvörðunin var tekin. Það var allt sem gerðist í kjölfarið. Það var fólki sem sagði ekki nei, það var þeir sem stoppuðu ekki, það var þeir sem spurðu engar spurninga, það var eftirlit, það var allt þetta. Það er sem Gylfi Zoëga og Axel Hall segja með í þessum pistli, þeir segja að það er hægt að gagnrýna það þegar það er vitað að þetta muni koma til með að lenda á veg. Já, ég er ekki þar. Ég er ekki þar. Þetta er ekki svona stórkostleg breyting. Þetta er hins vegar ákveðin skuldbindingu við það að við munum ekki sjá kjaragliðun hjá þessum hópum með aðra hópa. Svo þarf við bara að fylgjast vel með þessu. En nei, þetta er ekki það sem er á þessum tímapunkti að valda mér eitthvað. En ég meina, þú getur alveg baunað á mig að vera eitthvað sem hefur svona augljóst annað, en það er greinlega bara þetta. Nei, þú veist, ég sko, þú veist, eins og ég segi, ég bara tel að þetta sé ekki góð hugmynd og þú telur að þetta sé góð hugmynd, þannig að við bara munum koma til með að sjá til. En
áður en við ljúkum þessu, borgarstjórnarkosningar, Já. þinn maður vann, Heiða vann ekki, Minn maður vann. þinn maður vann, ég held að Pétur hafi verið þinn maður, mér varst þetta mjög gott, ég verði að stríða fyrir þetta, þegar að þetta kom í ljós, þá hérna, hvað kom í ljós? þegar að hann kom fram Já. og þú varst spurð út í þetta og þú sagðir, já ég meina hann baði kaffibolla og ég bara mætti, þú ringir ekkert í forsætisráðherra og segir ertu til í kaffi og bara já ekki spurning, ef þú segir svona 2. Fyrir ekki, ég ætla samt bara að segja það. Ég forma samfélkingarinnar. Ég er bara mjög við þessa dagana að tala við fólk út af frambáðum út allt land, sko. Út allt land. Bæði af því að fólk sem er í uppstillingarlista eða fólk sem er í grasrótinu segja herriði, við erum hérna að velta fyrir okkur hvort við getum fengið hinn og þennan í frambóð og það er ekki að því að ég er að handvelja, það er bara fólk út allt sem er að reyna að ýta undir virka þáttöku. Manneski býður sig fram í oddvita sæti í borgarstjórn, þetta er risamál, þetta er fyrsta skipti í ég meina hvenar mörg ár síðan hefur verið oddvita slæður í samfélkingunni, ógeðslega langur tími, allavega. Og enn lengra sem einhver býður sig fram gegn borgarstjóra. Punkturinn minn er þessi, það er ekkert athugavert við það, ef einhver hafið samband við þig, alveg eins og þegar að sitjandi borgarfulltrúar eða borgarstjóra hitta mig og eru með alls konar ástæður fyrir því að gera það meðal annars út á kosningum. Það er fullkomlega eðlilegt að maður ræði við svoleiðis aðila. Þetta eru aðila sem eru að koma líka inn í flokkinu og ekki. Fólk getur sagt alls konar hluti mín völd og ítök og allt það. Fyrir fyrsta lagi vil ég segja, ég formar í flokki. Sko, ég formar í flokki. Ég tek ábyrgð á flokknum og mér þykir vænt hennar flokk. Þannig að ég er bara stolt af því að ég á samtöl við fólk. En ég er ekki einráð og það er fólk í flokknum sem að greiðir atkvæði. Það er fólk sem að mobilisera sig sjálft, það er fólk sem að hringir fyrir aðra, skilji, þannig að punkturinn minn hefur mér eitthvað áhrif, já, en ég er ekki flokkurinn, sko, það er fólki sem er flokkurinn, þannig að ég meina hann fær mjög skýrt umboð, það er frábært fyrir hann, en hann stendur algjörlega eigin fótum, hvað var að sína mannkosti og annað, og það er engin einstaklingur í pólitík þannig að einhver einn aðli geti proppað hann upp, það er bara þannig. Ég held að þetta bara verði mjög spennandi kosningar. Mér finnst þetta að vera svona, já, það spilast þannig, það er bara mikið að áhugaverðum kandidatum í öllum flokkum og virðist bara vera svona eina milli að minnstakosti ágætis endurnýjun í bland við reynslu. Þannig að er þetta ekki bara veisla fyrir borgarbúa þessar kosningar? Mér finnst þetta mjög fyndið út af því að þið voru með prófkjör en ekki Sjálfstæðisflokkurinn. Stærsta prófkjörið á landinu í aðdraganda þessar sveitarstjórnarkosninga það voru mörg þúsund manns í Samfylkingunni. Mér var svo gott að Pétur var alltaf að segja þetta er lýðræðisveisla. Þetta er lýðræðisveisla. En það var mjög fyndið út af Sjálfstæðisflokkurinn náttúrulega alltaf búin að vera að tala um sig og sitt sem lýðræðisveislu. Í grunninn er þetta bara frábært mál. Þetta er frábært mál. Virkþáttaka, margir að bjóða sig fram, ofboðsleg virkni, þetta er bara frábært, svona á þetta að vera. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim er Alvöru Bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá læturðu gera þetta almennilega og það er nákvæmlega sem Alvöru Bón gerir. Fer með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á Alvöru Bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru Bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Hlaðvarpið er í samstarfi við Harðfisksverkun Hrafnardals. Þetta eru gæði í gegn, kemur á roðinu, fryst einu sinni og það er nákvæmlega þannig sem að þú færðan. Steinbítur sem er valsaður upp á gamla mátan og þurrkaður í vestfirsku fjallalofti. Ekkert svona eitthvað þurrkklefa rugl hérna. Þetta er ekki eitthvað svona sem að molnar í höndunum heldur þetta bara gæði í gegn. Frábær gjöf fyrir þá sem að eiga allt en ef þú ert að leita gjöf fyrir afa og ömmu og ert í vandræðum út af því að þau eiga allt, þá að sjálfsögðu gefur þeim bara harðfisk. Til að nálgast þessa gæða vöru þá sendur þú e-mail á hrafnadalur@proton.me. Þetta er líka í lýsingu á þessum þætti þar sem þú getur einfaldlega séð frábæru verðin og séð alla leiðbeiningar hvernig þú nálgast þessa gæða vöru. Var þetta ekki loka hnykkurinn á því að þú varst að taka við flokkinn? Var þetta loka hnykkurinn á því Nýja að taka við Samfylkingin flokkinn? endanlega pakkaði þessu saman? Ég veit það nú ekki. Jú. Nei, ég ætla bara að segja enn og aftur, ég er lýðræðislega kjörin í þessum flokki að 2 ára fresti,
ég er lýðræðislega kjörin af almenningi, fólk leita til mín út af alls konar, en fólk er með agency, sko. Fólk sem er í flokknum, það notar á sér hausinn, það hefur skoðanir, það er drifið áfram af eigin skoðunum líka. Þannig að veitum maður forystu, absolutt. Handstýra maður fólki, það er ekki hægt að gera það. En mér finnst bara frábært og það sem er líka gott núna, nú komum svona aðeins látið á Reykjavík, finnst mér, það er að segja eftir flokksvalið mjög víða og nú fer fókusin líka að fara annað, af því að það eru rosalega spennandi kosningar í öðrum sveitarfélögum og aðeins að gera lítið úr Reykjavík, það er bara mjög spennandi hlutir í Kraganum og líka fyrir norðan og út allt land, sko, og við erum að sjá samfylkingar framboð poppa upp víða þar sem að voru ekki sjálfstæð framboð áður. Þannig að þetta er líka bara mjög spennandi tíma fyrir flokkinn. Og ég ætla líka að bæta henni við hvað það varðar, af því að hann alltaf verið að eigna mér allt í svona, sko. Þegar ég kom inn í flokkinu sín tíma, þá var samfylkingin var vissulega svona ekki að góðum stað í landsmálunum, að minnsta kosti hvað var það fylgi og var náttúrulega minnihluti og svona. En hún var mjög víða sterk í sveitarstjórnarkosningum eða sveitastjórnum. Og samfylkingin í sveitastjórnum hafði eiginlega verið svolítið svona rótin mjög víða, ekki bara í Reykjavík, heldur bara út allt land. Ég var í Reykjanesbæ síðustu viku, langar mér að segja þar síðustu. Ég veit ekki hvort fólk átti sig á því sem býr ekki í Reykjanesbæ. Samfylkingin er búin að stýra þar í 12 ár, sko. Og samfylkingin tók við af sjálfstæðisflokknum þar sem hafði í 12 ár skilað bæjarsjóði í neikvæðri stöðu fyrir utan 1 ár. Svo tekur samfylkingin við. Neikvæð staða í 1 ár. Jákvæð í 11 ár. Þetta er bara svona hljóðlát endurreisn sem mjög margir hringir ykkur landi veit ekki. Og þarna hefur bara, ég hafi jafnaðarmenn stýrt af bara ábyrgð og festu og þú veist, og þau eru bara að fara inn í næsta kjörtímabil og ætla bara að fara eins í innri endurskoðun, hvað við getum gert betur. Þú veist, þetta er ekkert ég, Tóti, sko. Þetta er bara fólk í Reykjanesbæ. Ég skil ekki þessa auðmýkt, sko. Ég næði þessu ekki. Nei, ég er bara að segja, ég er ekki búin að vera í Reykjanesbæ í 12 ár, ég er bara að segja, það er búið að virka alls konar fólk í gegnum tíðina. Já, maður veit í forystu. Já, þú getur alveg bent á 1 og 1. Ég á bara mjög mikið undir að þér gangi vel út af því ég er búin að vera að peppa þig frá því ég hitti þig fyrst. Já, ég hef bara ekki... Svo kemur þú alltaf, já, nei, ég var svo heppin og nei, ég er bara einn einstaklingur í flokknum. Ég ætla að reynda að segja, bullshit. Já, sko, ég ætla samt að segja, því ég hef alveg heyrt við skulum bara ljúka á þessu, tölum aðeins mig í lokin. Ég stundum hef fengið þetta svona, þú ert með alls konar sögur akkur gekk svona vel í samfylkingunni, en það sem að breyttu öllu var bara þú varst formaður. Það er rétt. Herði, ok, fyrirgefðu, þetta er ekki sjálfstæð breyta, sko. Fólk lætur eins og ég bara sem einstaklingur geri allt. Fólk veit ekki alla vinnuna sem að, ekki bara ég, heldur hópar af fólki, sem var að vinna vissulega með mér og fleiri öðrum. Veistu hvað, ég er búin að halda marga opna fundi með mörgum einstaklingum í flokknum. Var það bara það að ég kom inn? Nei, ég fór út og talaði með fólk, við öðru fólki. Ég virkaði aðra, það voru sjálfboðalegir hringinn í kringum landi sem að koma með okkur í þetta verkefni sín tíma. Það er búið að safna upplýsingum, það er búið að tala við fólki í augnæ, það er búið að fara í innri endurskoðun, það er búið að vinna 3 útspil sem við erum bara svona hægt og rólega að tikka í boxi, það væri góður næsti þáttur í þér að færa hans yfir útspil samfylkingar og hann sæir hversu mikið að því ég byrjaði að komast til framkvæmda strax á 1. ári. Ég hef farið yfir þetta. Það er vissulega dugnar þarna bakvið. Það er rosalega, því þú ert að tala að vera auðmjúkur eitthvað svona. Það búið að vera rosalega dugnar bakvið, en þetta gerðist ekki sjálfkrafa og þetta var ekki bara því að ég mætti. Þú veist, það var bara ákveðið vinnulag sem var innleitt, ákveðið virðingarstig gagnvart landanum, ákveðið auðmýkt gagnvart þjóðinni og þetta er bara brjáluð vinna. Klikkuð vinna, alveg eins og núna í ríkisstjórn. Já, ég man eftir því þegar þú varst að tala framleiðni per klukkustund og þingmenn voru með tærnar upp í loft með Cheetos í sínu sæti bara. Nei, ég segi það bara. Ég segi bara þú ég veit það. En ég ætla samt að ljúka þessu einni spurningu. Já. Sko, nú þegar samfélkingin er orðin eins og hún er. Þú ert búin að færa flokkinn til hægri í útlendingamálum, þú ert búin að færa flokkinn lengra til hægri í svona menningarlegu íhaldi og talar að sé stoltur Íslendingur og fleira. Jafnaðarmenn hafa alltaf verið stoltir Íslendingar. Já, það hefur nú svona verið upp og ofan hvort að það megi segja það. En núna þegar þetta svona er augljóst hægri bylgja, svona Snorri Másson kemur núna sterkt inn, hefur áhyggjur af þessari svona hægri svona slagsíðu sem er komin. Sumir bendla þetta líka við mig að ég sé svona
að hafa áhrif á þessu umræðu og eitthvað þannig. Já, þú sett megin drifkraftur Ég sveifla á segi Íslandi. það nú ekki. En Sko, ég er náttúrulega ekki alveg sammála þessari greiningu, þú veist, það er alltaf þetta hægri vinstri, sko. Ég er jafnaðarmaður, ég er sósíaldemókrati og sósíaldemókrata skilgreina sig svona vinstraða megin við meðina. Það er bara þannig, þetta er ekki einhver skilgreining sem ég bý til. Svo er alltaf sagt svona hægra í útlendingamál og menningarlegu íhaldi, ég meina það er bara sér konsept, svona kultúral og ég veit ekki hvað er íslensk orðið, svona identity politics, sko. Það er ekkert endilega að gera bara með jafnaðar mennsku, þú getur að vera með sterkar réttlætiskennd og tala fyrir mannréttindum þó þú sért sko þó þú sért ekki einhvern veginn að vaða í öll mál, þannig að ég er ekki alveg sammála þessum vasa sem er einhvern veginn verið að setja þetta í. Ég meina þú getur bara hort á sósíaldemókratisma í Norður-Evrópu og kannski freka velti fyrir af hverju Samfylkingin var ekki þar á síðustu 10 árum, skilji. Ég var mjög gott samstarf við mína kollega á Norðurlöndum og stór partur af því er verið þess að við erum bara að gera mjög svipaða hluti. Hvort það sé hægri bylgja, ég veit ekki hvort það sé hægri bylgja, ég veit ekki þessu hvernig miðflokkurinn skilgreinir sig í dag. Var ekki einhver að tala um að hann væri á miðjunum daginn og svo er hann einhvers staðar annars staðar. Hann skynsemishyggjan. Ég veit það ekki, ég held það sem maður hefur alltaf mestar áhyggjur af, það er margt frábært á Íslandi, það er gott að búa á Íslandi og við erum framúrskarandi á svo marga vegu, við eigum að vera stolt af því. Það sem mann er alltaf mest umhugað er bara þessi samheldni sem okkur hefur í gegnum tíðina einhvern veginn, já, bara tekist að venda. Og þetta er engin klisjatóti, ég meina, ég bjó í Bandaríkjunum, ég búi víða annars staðar, þar sem einhvern veginn bara fólk lappar fram í einhverjum öðrum og er sama, skilur. Þetta snýst ekki einhvern veginn að einhvern veginn ætla að bjarga öllum eða að það þurfi allt einhvern veginn að vera heilagt. En það sem er gott við Íslands samfélag og hefur verið gott við Íslands samfélag er svona tiltölulega jafnt aðgengi, við höfum getað séð hvort annað í hvort öðru og við hefum átt eitthvað sameiginlegt og það er kannski það sem maður hefur verið að tappa inn á þegar maður talar auðmýkt og virðingu og maður reynir að skilja hvaðan fólk kemur í staðinn fyrir að ýta fólki út í horn og ég er með svona viðkvæman blett þegar fólk spilar á þetta. Ég er með viðkvæman blett þegar fólk spilar á þetta þegar það ýfir upp eitthvað, þú veist, það sem við erum mögulega ekki svo ósammála í staðinn fyrir að reyna að ýta fólki saman og þú veist alveg hvað ég er að tala þú veist. Og mér finnst þetta bara að vera ábyrgðaratriði. Þetta er ekki ég að dæmi að segja fólki að megi ekki segja eitthvað. Ég er bara að segja, ég held innstinni, þá séu flesti sammála það að það að vera í stöðum átökum sín á milli er ekki eftirsóknarvert. Við eigum að skapa rými þess að getur borið virði fyrir annar manns skoðunum. Ég hef haft líka áhyggjur af ef fólk ætlar að tala um einhverja hægri bylgju. Já, ég hef verið skynsum í útlendingamálum. Ég átta mig alveg á því hvað er sjálfbært, það eru mörk. Við þurfum að passa upp á hvernig við drífum áfram kerfið okkar. Við getum ekki hort á erlenda aðeins sem kom hér til að vinna sem bara einhver tæki. Þetta er fólk sem er með þarfir. Við viljum helst að það verði bara, þú veist, almennilegi partur af okkar samfélagi vegna þess að það er bara betra fyrir okkur öll. En ég hef enga samúð fyrir orðræðu sem að skapar óryggi hjá einstaklingum sem búa hérna, sko. Ég vil bara ekki búa í samfélagi þar sem að fólki líður illa og sama hvort þú fættist hérna ekki, þá átti ekki vera hræddur það að vera hreitt í þig eða komið illa fram við þig og það þú lítir eitthvað æðruvísi út en ég að tala með eitthvað hreim. Þú getur gagnrýnt kerfið, þú getur gagnrýnt stjórnvöld fyrir að missa stjórn, taka ekki á glæpum á landamærum, taka ekki á því að við séum að keyra einhverja láglauna atvinnugreinar, en láttu fólkið í friði. Það er það sem fer í taugarnar á mér og ég mun passa upp á það. Og þessum fallegu skilabóðum þá ætlum við að ljúka þessu. Kristrún, takk æðislega fyrir að koma. Sömuleiðis. Og þangað til næst. Algjörlega.